því að síðan því ég fyrir upp í upplýsingatæknina, þá ég einhvern veginn aldrei svo sem veit mest það sem við erum að fást við. Þannig að takast á við það að vinna með fólki sem að eru meiri sérfræðingar en þú, að þá það þitt hlutverk að þau fá að njóta sér. Valgerður Hrund Skúladóttir, stofnandi og framkvæmdastjóri Sensa. Þú velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Hvað ef við förum aðeins svona tilbaka á þína sögu? Hvernig byrjaði viðskiptaferli á þér? Þú stofnar Sensa árið 2002. Já, bara svo að ég stofnaði ekki ein, við vorum fleiri, en þarna ég sem sagt bara svona raunvísinda manneski þarna hafði bara gamla starffræði og þarna í skóla. Já. Og ákvað sem sagt fyrir þegar ég að klára menntaskólan að þá eru uppi svona verið að tala að tölvunafræði væri mjög sniðug sem að var í rauninni kannski svolítið bara á bars aldrei þá. Já. Og reynda var komin tölvunafræði deild í háskólan en það var líka verið að tala að sko, bakgrunn í rafmagnsverkfræði væri mjög sniðugur til þess að hafa það inn í tölvunafræðina. Svo við vorum nokkur bekkjarsystkini sem ákváðum bara að skrá okkur í rafmagnsverkfræði. Já. Og þá var þessi hugsun að verða bara tæknimaður, verkfræðingur og hugsanlega eitthvað sem að tengdist tölvunafræði. En í því námi þá svona varði mér ljóst að ég var aldrei að fara að vera forritari. Mér fannst það bara ekki skemmtilegt. Ekki heillandi? Nei, mér fannst námið heillandi. Mér fannst rafmagnsverkfræðin rosalega skemmtileg en það hún og mér þú veist í dag, þú veist það svo margt sem við erum að gera sem bara byggir bæði á náttúrulega tölvunafræðinni og rafmagnsverkfræðinni. Og þegar ég náminu held ég að fara í svona rekstrarfræði kúrs og fannst það líka gaman og ákvað eiginlega ég svona svolítið fyrir að taka skyndiákvarðanir, kannski eitthvað svona gott instinkt, að drífa mig bara í MBA-nám strax eftir útskrift. Já. Og ég get nú ekki sagt að ég muni hvernig eitthvað hlýt ég hafa nú lesið eitthvað staðar. Þetta er oft í hug, það var ekkert internet á þessum tíma. Nei, hvað ár var þetta? Þetta 87. Já. Þannig að ég bara ennþá að hvar fékk maður þessar upplýsingar sem að maður svona aktaði á þessum tíma. En allavega ég sem sagt ákvað að fara í MBA-nám, var svolítið ung, hugsanlega í dag myndi ég segja að ég hafi verið aðeins of ung, en ég fór í prógram hjá University of Miami, þar sem að var verið að horfa fólk sem að var með bakgrunn úr öðrum greinum. Já. Þannig að þetta voru mikið lögfræðingar, aðrir verkfræðingar, læknar, það voru í rauninu úr öllum mögulegum greinum og það sem var rosalega gott fyrir mig að ég var með þeim yngstu. Þarna var fólk sem að var með gífulega reynsli og mér sem 2 verkfræðingur sem höfðu verið í Víetnamstríðinu og ég svona bláið og vittlaus, búin að vera í mjög vernduðu umhverfi, alveg upp í Vesturbænum, bara fór í skólana sem ég átti að fara í og nánast var með sama fólkinu meira og minna fyrstu 24 árin. Allt í hennu var bara fólk sem hafði skoðanir og hugmyndir sem að ég var bara, hvernig getur að hugsa svona? Já. En þetta var mjög þroskandi, þannig að tvenna máta, annars hefur ég að segja, ég var töluvert ung, og ég hafði náttúrulega ekki þessa reynslu sem að maður sér að fólk sem fyrir MBA-nám eftir að hafa verið á vinnumarkaði hefur, þú veist, þú verið að byggja ofan á það. En hins vegar þá var þetta mjög þroskandi eins og ég að segja, þú veist, þetta var bara þetta fjölþjóðlega umhverfi og fólki sem ég kynntist, það var náttúrulega stórkostlegt. Já, skiptum umhverfi og fara eins frá litla Íslandi. Já. Og á þessum tíma þá var þetta kannski ekki algengt hér heima að fólk í tæknigreinum væri að taka MBA-nám ofan á sitt nám.
Þannig að þegar ég kem heim að þá var ég svo sem ekki að fara inn á okkur verkfræðistofu. Það var bara ekki eða svona beinta að starfa sem rafmagnsverkfræðingur, en það held ég í dag ég sé örugglega lélegasti rafmagnsverkfræðingur á landinu. En þannig að ég byrjaði nú hjá iðnaðarráðuneytinu í 1 ár og fannst það ekki alveg heillandi. Já. Það var bara ekki kannski umhverfi sem að, þannig að ég svona fór að leita eftir 1 ár og þá var mér boðið vinna sem deildastjóri í rafmagnsdeild hjá Jóhann Ólafsson & Co. Og það svona kannski það fyrsta sem að ég svona í svona alvöru stjórnun og síðan þróast þetta bara, ég reyna að komast til 2002. Já, ég sé ekki að þetta var langt. En hvað svona ef við förum aðeins inn á námi sem þú tókst hann í Miami, hvað myndir segja að hafi, þú veist, að fara þann út frá Íslandi, sérstaklega svona ung, hvað svona, þú talar að veri sérstakt að heyra aðra skoðanir á fólki. Já. Hvað heldur að þetta hafi svona breyttir eða haft áhrif á þig? Sko, við unnum mjög mikið í hópum. Já. Og þetta var mjög fjölþjóðlegur hópur. Þetta var bara mjög, þetta var bæði breytt í aldri og þjóðerni og líka bakgrunni. Það voru á þýsku lögfræðingur og það voru amerískir verkfræðingar og svo framvegis. Og þetta komur svona einsleitu umhverfi eins og við erum mjög oft í hér. Já. Þetta við þekkjum alla sem í kringum okkur og hugsalega töluvert líkt, að þetta var bara svolítið ítt við mér, sem ég man svona alveg bara svona eureka moment eiginlega, svona það sem ég vaknaði bara og sagði, hvernig getur maður sagt þetta? Og haft þessa skoðun, ég man nú ekki alveg hvað það var. Nei. Og svo var ég bara, fór ég allt inn og segja, já, það er bara því að minn reynsluheimur svo lítill og þröngur. Já. Að þarna ég þarf að fara huga því, sko, að þetta, þú veist, að það sem ég þekki og það sem ég upplifi ekki það sem að þú veist, það bara smá brot einmitt. Af því sem að þannig að möguleikarnir eru miklu meira og það kannski þarna lærdómur að ég svona hugsa tilbaka, þá það kannski það sem ég tek með að til mig spöður svo þegar við förum á stofnum Sensa að það kannski alltaf eitthvað bara möguleikarnir eru svo miklir. Já. Það sama hverja breytingarnar eru að svona trúin að því að maður getur bara, finnum einhverja leið sem jákvæð út af þessu. Einmitt. Hvort við sem að tala bara að byrja eitthvað nýtt eða lenda í hruninu eða lenda í COVID eða skiptum eigendur. Já. Þú veist, það bara, þetta áhugavert. Einmitt. Þetta virkar svolítið sjóndeildarhringinn. Töluvert mikið. Já. En þú kemur heim og ert að vinna hjá Jón Ólafsson & Co. Já. Hvað varst í mörg ár þar? Ég var í 4 ár þar og þar fékk ég líka þarna fyrir utan að vinna með alveg frábæru fólki sem að eru þarna svona mörg bestu vinir mínir í dag. Já. Það var þarna einstaklega skemmtilegur hópur þar að þar ég svona frekar ung, ég var nú rétt skriðinni, ég var ekki eitthvað 25 ára og þetta var nú ekki stór deild en ég sem sagt með samstarfsfólk sem bara miklu eldri en ég, miklu reyndari, búið að vera að starfa í sínum í þessu bara í mörg ár og þar lærði ég svolítið kannski þetta með að stjórnandi ekki sá sem segir fyrir verkum. Já. Heldur sko það sá sem að hlustar og reynir að finna leiðirnar til þess að eftir að hafa hlustað á alla út af því að ég var augljóslega ekki svo sem hafði mest vita því sem að við vorum að gera en hins vegar hafði ég náttúrulega þennan bakgrunn bæði tæknilegan og viðskiptalegan sem það sem ég var búin að læra þannig að þá var það mitt hlutverk að við kannski nálguðumst hlutina með nýjum hætti og svo framvegis. Já. Og þetta þroskaði mig heilmikið að átta sig á því að og þetta svo sem kannski endalaust þema í mínu lífi þegar síðan því ég fyrir býð upplýsingatæknina sem ég hafði sko ekki ætlað að gera. Nei. Það gerist líka alveg óvart
að þá er ég einhvern veginn aldrei svo sem veit mest það sem við erum að fást við. Tæknimennirnir og þeir sem eru dýpstir þarna vita alltaf miklu meira en ég. Þannig að takast á við það að vinna með fólki sem að eru meiri sérfræðingar en þú. Já. Að þá er það þitt hlutverk að þau fá að njóta sín. Já, einmitt. Og það er í rauninni kannski svona success sagan af Sensa til dæmis. Að þar höfum við alltaf lagt áherslu á, við erum sérfræðingar í upplýsingatækni og hvernig hjálpum við sérfræðingunum að njóta sín og skapa virði fyrir viðskiptavinna. Já, einmitt. Og það er mitt hlutverk. Já. Að passa upp á þeirra umhverfi sé þannig að sérfræðingarnir hafi tækifæri til þess. Já. Og líka við komum á framfæri hvað er okkar virði til viðskiptavinna. Já, að leiða alla saman. Já, einmitt. En þú, hvað segir þú vinnur þarna í 4 ár og svo er eitthvað annað sem að tekur við? Svo fyrir Tæknival. Já. Og það ætlaði nú bara að vera í 3 mánuði. Það var svona eiginlega plötuð inn í vinnu sem að ég ætlaði sko aldrei inn í þennan að gera. Nei, var það ekki upplýsingatækni? Það er upplýsingatækni. Tæknival var eitt af stærri upplýsingatækni fyrirtækjum í Íslandi á þeim tíma. Mjög dýnamist fyrirtæki sem óks, ég held ég hafi verið starfsnámið 77 og ég held við erum 600 ekkur tímabili. Já, ok. Þannig að það var rosalega gaman, mikið af ungu fólki og þetta mjög skemmtilegu tími á mjög marga vini þaðan. Og þar kynntist ég líka, byrjaði ég eiginlega sama mánuð að vinna hjá Tæknivali og Ómar Henningsson sem að við höfum núna eiginlega unnið saman, þetta er 94 að við höfum núna unnið saman í 31 ár. Já, einmitt. Því að hann er með mér í Sensa líka. Já, einmitt. Þannig að það eru svona náttúrulega bara tilvíljanir í lífinu sem verða til sem að fer ykkur að leið en það er líka kannski spurningu hvernig maður tekst á þessa tilvíljanir eins og ég var að segja það var kannski lærdómurinn sem ég fekk. Já, einmitt. Að sjá alls konar möguleika í alls konar stöðu. Einmitt. Hvernig var samt svo ákvörðun að fara yfir í eins og fara yfir í eina tæknigera úr Jón Ólafsson og Kó þar sem hún varst búin að vera? Já, ég var svona meira í lýsingatækni og ramastækni í Jón Ólafs og fer ég inn í upplýsingatækni sem mér algjörlega var svo sem ekki hafði ekki fylgst mikið með hvað var að gerast. Það náttúrulega það sem ég er gífilega heppin er að það er svo margt nýtt að gerast og að vera með þegar hlutir eru að byrja það gefið þér svo mikið forskoti þá skilur þér svo mikið grunninn og þarna til dæmis eru staðanett á skrifstofum voru ekki þekkt fyrir en í kringum þennan tíma þá var Nóel Netver sem var þá Nóel var risa fyrirtæki á þeim tíma sem að fólk þekkir ekki í dag og það er í rauninni, það kem ég inn sem vörustjóri fyrir Nóel Netver og þarna fæ svolítið að vaksa með því og það er auðvitað að vera sérfræðingur þegar allir vita lítið þannig að ég þarna var heppin að svona komast inn í það svona snemma og þetta svona vatt upp á sig eins og ég sagði, ég ætlaði ekki að vera þarna, ég var enda með við 8 ár hjá Tæknivali. Það stóð nú aldrei til en hluti kannski að þessu var að ég var tölvöld heppin, ég fekk alltaf að fara inn í ný og ný verkefni og ég fekk mér þess að oft bara tölvöld sjálfræði í að móta verkefnin, móta verksviðið, tók oft við einhverju nýju sem ekki hafði verið áður þannig að það var náttúrulega bara mjög áhugavert og spennandi. Já. Og það er kannski annar svona vendipunktur sem var þar að þarna snemma, þannig ég held að það sé jafnvel 95 að þá kemur upp að Tæknival er að reyna við Cisco sem að það er hægt að segja að internetið hefur verið
byggt af Cisco, það eru sem sagt þessi netbúnaðir og nettækni sem að þarna við nýtum í dag, kemur mikið þaðan. Þeir eru svona að koma með fyrsta ráturinn eða beinin og svo framvegis. Og ég fægilega svona það verkefni því ég bara dró stutta stráið, það verður bara segist þessu að skrifa viðskipta áætlun þarna hvað tækni var alltaf að gera með Cisco. Já. Og ég geri það og þarna á sama tíma sérst Ómar, þessi vinur minn sem að byrja á sama tíma, hann dregur stutta stráið og þarf að vera tæknimaðurinn í Cisco. Já. Þannig að við erum svona, þarna lendum þarna saman sem teimi og óraði náttúrulega ekki fyrir að þetta væri bara eitthvað sem myndi breyta líf okkar til lengri tíma og því að síðan vinnum við tölvert saman í að byggja upp þetta hjá tæknivali og svo náttúrulega alls konar hlutir, við erum að stækka hratt og við tekum alls konar verkefnum, alls konar stöðum og eiginlega endar að við erum með þarna saman í heildarlausnarsviði, það sem að var svona innviðir upplýsingatækni, það er svona svolítið okkar svið, innviðir upplýsingatækni. Það varum að tala allt sem að liggur undir, það er að segja hvernig við flytjum gögnin, hvernig við þarna komum gögnum inn í kerfið, hvernig við geymum gögnin, hvernig við tryggjum öryggið og svo framvegis og já, þannig að þar svona endar þetta og þessum tíma var svona mikið í gangi hjá tæknivali, reksturinn gekk ekki vel og á þeim tímabili það ákveð ég bara hætta. Já. Og þá var annar félagi okkar, Ólafur Jóhann, sem að þarna við svona töf bara svona ákveð bara ég á svona til að taka skyndaákvarðanir stórumálin. Hvatvís að þennan hátt að bara þarna var komið nóg og ég ætlaði að hætta og ég var svo sem ekki með neitt rosalegt plan. En það svona þróaðist seinna og var þeirlega til að sensa sem sagt endar sem svona sem við köllum þekkingarhús netlausna í byrjun. Já. Mjög nördalegt. Þetta er sem sagt árið 2002. Já, svona við byrjum svona í alls konar og svo þetta svona kannski áramótin 2002-2003 sem að við svona virkilega erum komið fókus og ákveðum svona þetta ætlum að gera og þá erum við orðin fleiri, þá erum við það eru Ómar og Guðmundur og Kristján og Gunnar Yngvi og En hvernig svona fættist hugmyndi við þetta að vera að fara úr því að vera bara starfsmæður hjá þessum fyrirtækjum sem varst búin að vera að vinna hjá yfir í það að vera allt í einu orðin fyrirtæki eigandi og vera sjálf með rekstur? Þannig ásamt náttúrulega meðstofnendum. Já, sko, það er náttúrulega þetta að kemur náttúrulega svolítið, þú veist, að þegar maður er búin að vera partur af svona stóru batteri og það er ekki að ganga sérlega vel. Já. Og það er orðið flókið út í að það voru alls konar hagsmuna árekstrar. Ólíkar deildir, ólíkur rekstur, að þá svona fer maður bara að dreyma, þú veist, ef maður væri bara að gera þetta sjálfur, aðeins að þurfa að vera í endalausum málamiðlunum við eitthvað sem að tengdist ekki beint því sem maður var að gera. Nei. Og þá er náttúrulega kannski bara þetta svolítið, hver er að tapa og ég hugsa að það er svo sem ég hef enga að tapa við vorum svona tiltölulega tæplega fertuguð eitthvað en jú, svo sem húsnæðislán og alls konar en í það minnst að myndum að pröfa og svo bara fara og fá sér vinnu eitthvað staðar. Já. Það væri svona ef maður hugsar of langt í sko hver er að tapa þá kannski fer maður aldrei af stað. Nei, einmitt. En við reyndar settum þetta allt að það var ekki sko við þurftum ekki mikið fjármagn, við eiginlega svona bara fjármagnuðum þetta sjálf og bara svo hlutir eins og selja bílinn og bara setja neyslu niður í 0 og bara lifa á litlu og komið svo stað þannig að við í rauninni vorum aldrei með ykkur lánabækinu, höfum aldrei verið. Nei. Og það er svona kannski bara svolítið gamaldags. Já, einmitt. Við var náttúrulega hópur sem að
mjög hratt gat farið að vinna fyrir tekjum og standa undir okkur og standa undir sko launakostnaði. Það var náttúrulega ekkert eitthvað fancy og flott eða það var allt svona sniðið við vöxt. Já. Og vorum reyndar heppin að við svona einhvern veginn vorum alltaf með leiguaðila sem að sagði bara ok að fáið eitt bíl í viðbót eða stækkum hér og svo framvegis þangað til að ég endan hafa keyptu reyndar okkar eigið húsnæði. Já. En þetta var svona kannski bara svolítið svona gamaldags, bara eigum fyrir því sem að við þurfum, eigum ekki efni fram, en á sama tíma alveg til í að taka áhættur. Já. Við vorum alveg endalaust tilbúin að prófa og það er nú ekki allt sem að við höfum gert í gegnum árin sem að hefur gengið upp. Nei. Við erum alveg okkar svona fjölda mistökum sem að bara í dag var bara oh my god. En það er náttúrulega líka það sem maður lærir. Það er góð lærdom. Ertu með dæmi um einhver svona mistök sem þú manst eftir? Einhver skemmtileg saga? Já, sko út af því að núna erum við tölvöld mikið í sko út í upplýsingatækni í dag, það er rauninni allt kóðun. Já. Eða mjög mikið kóðun. En þetta sko og það sem fór í taugarnar er mjög í byrjundi að við vorum og höfum verið, þarna við erum þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og mjög oft kallað hugbúnaðarhús, en við bara vorum ekki hugbúnaðarhús. Og en við þróum svona lausnir í kringum það lausnir sem við vorum að selja, sérstaklega í svona samskiptalausnum. Já. Og sumt af þessu sem að við lögðum verulega pening, sem að kannski verulega tíma í líka, það er ekki síst dýrmætu tími sem fer í slíkt, að við höfðum bara ekki þekkinguna agan, við höfum kannski þekkinguna, við vorum alveg með fólk sem að kunni hugbúnaðarþróun, en við vorum ekki með ramman, við vorum meira svona agile fyrirtæki. Já. Þannig að stundum þá bara leyfðum við verkefnum að ganga ansi langt. Já. Og alltaf bara þetta hlýtur að vera að koma eða við höfðum bara ekki agan eða umgjörðina til þess að halda utan það og til dæmis að bara vorum við ekki með þekking og agan í kringum hugbúnaðarþróun á þessum tíma. Já. Þó að margt hafi breyst síðan. Einmitt. En voruð þá mest að bara endurselja það hugbúna frá öðrum fyrirtækjum? Nei, þetta eru lausnir, þetta eru tæknilausnir, mjög mikið þetta er búnaður, netbúnaður, storage, það er að segja geymslu búnaður, fjarfundabúnaður, símkerfi og svo framvegis. Já. Þannig að við höfum náttúrulega, þetta snýst að við erum að selja lausnir og út af því að þú þarft bara gífilega mikla þekkingu að láta lausnina ganga. Já. Og það séu líka þannig ráðgjöf til viðskiptavinna að þú sért að finna það sem hentar þeim. Já. Ekki eitthvað það sem að okkur langar eða framleiðandan langar að allir fara að nýta, heldur virkilega bara hlusta á þarfir viðskiptavinnans og leysa og þannig bara sína fram á okkar virði. Já. að láta hlutina ganga. Einmitt. Eitthvað sem að henta þeim. Já. En hvað hafa verið svona stærstu áskornu hjá okkur í þessu rekstri, því þetta er náttúrulega búið að þróast alveg gífulega síðust ár, sérstaklega frá 2002, náttúrulega bara þvílík stökkbreyting. Þetta bæði svona stökk og líka í sjálfu sér og það er kannski partur af okkar DNA að við erum alltaf að horfa á hvað næst. Já. Og höfum haft svolítið, það er náttúrulega þekkt í þessum bransa að vera með legacy lausnir, svona, og það eru náttúrulega oft þessar lausnir sem að gefa manni heilmikla framleið út af því að þú ert búin svo sem að borga fyrir kostnaðin. Já. Og getur orðið mjög erfitt að snúa frá.
og þá það náttúrulega komið sko heiðarleikin við viðskiptavininn sko, en það að selja inn á eitthvað sem að þú veist að á útleið. Einmitt. Og við höfum verið svolítið dugleg og hörfum okkur sjálf að bara þetta að vera leika sig. Nú þurfum við að loka þessu og við þurfum að horfa á næsta sig. Og frá því að vera í rauninni mjög konsentrera networking sérfræði hús að þá erum við náttúrulega bara komið með allt sem að snýrað upplýsingatækni. Það að segja þetta byrjaði við fórum inn í samskiptalausnirnar út í að það var náttúrulega orðið IP-vætt, IP-símkerfi, IP svolítið svona lykil orðið þessu öllu saman. Já. Og síðan fórum við í geymslulausnirnar, það að segja storage og síðan bara óvita upp á sig og við höfum náttúrulega verið svona ákveðnir svona hortsteinar 2007 að þá tökum við ákveðnum að Síminn kemur og vill kaupa okkur. Já. Og það var svo sem ekki fyrsta skipti sem að ykkur vildi kaupa okkur og við vorum alveg búin að ákveða það að við ætluðum ekki að fara neitt nema það væri eitthvað svona sem að meikaði svona okkur þætti áhugavert fyrir framtíð sensa. Já. Og okkur leist vel á Símann sem eiganda og þar sáum við bara tækifæri því að vera partur á stærra batteríi og bara hafa meiri slagkraft. Já. Það sem gerist náttúrulega næst bara að það kemur hrun, fjármálahrun og á þessum tíma vorum við þarna á höfum sem með það að vinna fyrir alla bankana en þá vorum við bara á kafi í að aðstoða bankana við útrás. Þetta var náttúrulega gífilegt högg og ég gleym aldrei októberdeginum Guð blessi Ísland þegar ég veist að bara hvernig borga ég launin. Já. En það gekk allt vel út því að það var náttúrulega tekið þessi ákvörðun að þau fyrirtæki sem væri áfram í þjónustu við þessi fyrirtæki fengi borga þannig að við töpuðum nú ekki miklu á hruninu og Síminn sjálf sér ákvað bara við vorum svo streikin sem sjálfstætt fyrirtæki. Það var skipti í miklu vandræðum og þá fengum við svona skilaboðin getið ekki bara séð svolítið þetta. Já. Þið bara þið eru ok og þið bara haldið áfram og þá svona frá því að sko 2008 var bara eitthvað svona sturlað ár að þá ákvæðan setjast aðeins niður svo ok, hvernig notum við þennan niðri tíma það að segja að núna verður hans rólegt og hvað ætlum við að gera, hvernig horfum við til framtíðar þá, hvað næst þannig höfum við kannski svolítið, það kannski þessi hugsunarháttur sem að hefur hjálpað okkur og síðan koma náttúrulega svona hlutir eins og það sem gerist næst að Síminn fyrir að ræða það að Síminn sérst var með sjálfur með svona reksturhýsingu. Við vorum ekki með það, við vorum bara svona sérfræði hús og þeir biðja okkur að taka það yfir. 80 manna deild í upplýsingatækni hjá Símannum, reksturhýsingu sem þeir voru að bjóða viðskiptavinum. Já. Og það náttúrulega gífileg breyting frá að vera 30-40 manna fyrirtæki og bæta við sig 80 manns og á sama tíma þá ákváðum við að kaupa basis út af því að það var svona okkar hugmynd að styrkja enn frekar þennan rekstur og hýsingu þeir komu úr af þeim væng og við þurftum bara að tryggja að þetta gengi vel. Þannig að við í rauninni saminuðum 3 fyrirtæki. Já. Sem að var mjög áhugavert og þetta var 80 manns og fyrirtæki sem var meira en 100 ára gamalt. Mikið hierarki og svona svolítið allt öðru þessi kultúr. Allt önnur menning og það styrkti og svo tökum við þess að 2 minni fyrirtæki, basis og sem það var svona sirka sama stærð. Já. Og skelltum þessu saman. Okay. Og ég ætla ekki að segja að það hafi verið létt. Nei. En þetta samt þegar maður lítið tilbaka þá gerðist alveg fullt af rosa flottum hlutum og það var svona
við tókum mjög fljótlega ákvæðina, sko, það til dæmis eins og þú ert partur á mjög stóru fyrirtæki. Já. Að þá eru hlutir eins og stór kerfi, það oft svona þessi hugsanáttur að kerfi, ykkur risa kerfi að leysa allt. Og oft, og þegar þú ert til þess að í svona rekstri sem það bara passa upp á hverja krónu, að þetta passa, sko, kerfin sem eiga að leysa allt, sko, sé ekki svo dýr að þeir fann að éta alla framleiðina. Já. Þannig að við einföldum til þess bara svona eitt dæmi í þarna stjórnkerfi. Nú erum við mjög mikið ISO-vottuð, held að við sem 5 ISO-vottanir í dag, og þetta heilmikið umstang og frá því að svona í lok síðustu aldar þegar svona fyrirtæki byrjuðu sérstaklega upplýsingar að ISO-votta sig, þá var þetta meiri háttar verkefni. Það var ráðin manneskja og það voru bara hillumetrar af alls konar möppum alls konar verklagsreglur og allir rosalega pirraðir. Já. Og bara öryggistjóri oft bara ekki vinsalasti maðurinn í fyrirtækinu. Og ég held það sé nú kannski stundum enn. Þannig að við svona settust niður yfir þetta og svona, ok, hvernig getum við verið með gott stjórnkerfi sem að hjálpa businessnum. Og á þessum tíma það kemur inn, Guðmundur Stefán hafði verið framkvæmdastjóri á Símann og hann kemur inn með hópnum og ég svona skelli þessari challenge á hann bara þarna, við ætlum bara að vera best þarna að vera með þarna stjórnkerfi sem að hjálpa rekstrinum en ekki að flækjufótast út allt og gera alla pirraða. En samt náttúrulega að uppfylla það sem að staðallinn óskar eftir og gera okkur á betra fyrirtæki. Og hann, þarna varst að tala nefnilega áðan, að segja þarna, hvað ráðleggingar og þetta svona dæmi þarna, eitt sem ég þarna, hef mikla skoðun á, það að og ég hef alveg lent yfir beðin ráðleggingar og fólk allar þegar ég ætla að vera forstjóri einhvern tíman eftir einhvern tíma, hvernig verð ég það? En ég hef bara svo mikla trú og það kannski svolítið mín saga að ef þú ert í starfinu þínu sem þú ert í núna og kemur með eitthvað inn í starfið sem jáfnvel bara breytir því eða þú þarft ekki að gera þetta, að sinna starfinu eins og svo sem hann undan þér gerði það heldur þú að taktu það lengra og það til mér eins og Guðmundur Stefán tók allt stjórnkerfið okkar og alla hugsunna á það level að þarna, ég þori eiginlega bara að segja að við erum með bara flottasta eða svona árangursríkasta stjórnkerfi upplýsingakerfa sem að bara sést hefur og ég bara veit það út af því að úthettaraðlarnir sem að taka okkur út bara horfa á þetta og segja að þetta algjörlega frábær hugmynd og sko samofin við alla starfsmennina, við erum ekkit endilega, þetta út af stjórnkerfinu, heldur bara, þetta bara partur af því sem við gerum allan daginn. Já, og það eru svona, þarna, og það alveg fleiri svona dæmi, þetta svona, að þú tekur eitthvað, og það kannski bara sensað, tekur eitthvað verkefni, og þú getur bara umbreytti. Þú bara fer að hugsa, en það í staðin fyrir að setja girðingar, það ekki tætt að gera þetta út í einhverju að það bara sérðu nýja leiðir og sér kannski bara ný tækifæri og stundum bara að hafa hugrekkið kom inn og skapa meiri verðmæti og jafnvel bara nennuna bara náttúrulega var þægilega stundum að vera bara í sömu förum og og taka enga sénsa. Nei Hvað árið sem 2007 þá seljið þið þá allan hlut ykkar sem stofnendur til Símans og verið þá bara svona starfsmenn ok. En svo alveg fram að 2007 fram að 2020 og þá fyrirtæki aftur keypt, ekki Crayon og þá aftur komið til okkar og annað sem að við gerum alltaf að það eiginlega sama hvað þegar leita til okkar og alls konar hugmyndir og alls konar að aldrei segja nei
finna búin að eiga samtalið. Já. Og þarna fyrir mig sko að það er bara þarna þetta áhugavert, þetta öðruvísi, þetta alþjóðlegt fyrirtæki í meira en 50 löndum og voru að leita að, þarna að leita að sem sagt ansi mikið svona transactional fyrirtæki en þarna búið að vera á ferðalagi að vera meira þjónustu fyrirtæki í upplýsingatækni og höfðu áhuga á okkur til þess að styrkja þann væng hjá sér. Já. Og eins og ég sagði, Síminn þarna var góður eigandi og eigum ennþá mjög gott samstarf við Símann. En á þessum tíma þá var svolítið ljóst að upplýsingatækni var kannski ekki það sem að var fókus hjá stjórninni. Og þannig að svona eitt af því sem að þarna alltaf svona grundvallar hugsun hjá okkur að fyrirtækið dafnar ekki nema starfsfólkið sem eru sérfræðingar öll á sínu sviði fá að dafna. Já. Og ef að við stöðnum og ef að einstaklingandi staðina þá erum við búin að staðna. Þannig að þetta að hafa svona gífurlega sterkan hóp af fólki með þekkingu sem nánast að búið að gera allt á sínu sviði. Við bara í byrjun þegar Sensis stofnaði þá vinnum við útboð ljósleiðarann sem að núna heitir gagnavitan. Já. Og það var náttúrulega bara stærsta útboð sinna tegundar á Íslandi og litla Sensa vann það og þannig að við vorum búin að fara í gegnum alls konar svona risaverkefni, endurnýja mjög mikið hjá mörgum fjármálastofnunum og þannig að þetta var svona orðið nú erum við að fara aftur í endurnýja hjá þeim. Það síðast skilur þannig að við vorum bara komið svolítið í að vera í sömu verkefnum. Fyrir utan það náttúrulega að bæta við rekstur hýsingu og sameina þurr félög og svo framvegis að þá var eiginlega svona hvað með tækifæri þú talar mistök við við vorum með fyrirtæki í Danmörku sem að endaði með við lokum það gekk ekki upp það var mikill lærdómur af því en samt svona kannski alltaf búið í okkur við áttum alveg góða spretti í Danmörku þar sem við náðum að svona koma framfæri okkar sérþekkingu og til dæmis að ég talaði Cisco áðan og þetta var alveg við Microsoft og NetApp Storage og svo framvegis að það eru við fullt af öðrum þáttum sem við erum bara með mjög mikla sérfræðinga og út af því að við erum í mjög miklu erlendu samskiptum út af öllum þessum erlendu samstarfsaðilum að þá sjáum við bara að við stöndum og ég held að þetta sé almennt á Íslandi bara rosalega framalega. Við vorum með 10 CCE sem að bara óheyrt í svona litlu fyrirtæki. Þannig að erum bara með gífurlega mikil verðmæti þekkingu sem að liggja bara á Íslandi. Þannig að þar þegar krefan kemur þá vissum við bara þetta er spennandi. Já. Þarna ég kannski að finna svona vaxtatækifæri fyrir þá sem að vilja kynnast ykkur öðru heldur en að vera á Íslandi og meira segja kannski það og þú sér þegar fyrirtæki fara að eldast ég er búin að vera í 23 ár í Sensa ég var tölvöld yngri þegar ég byrjaði að bara hlutir í lífinu hafa breyst fólk sem var bara með smábörn þegar við erum að byrja bara núna jafnvel allir farin að heiman og þá komið svona og hvað svo þannig að hugsanlega geta boðið upp á það að þú getur unnið hvaðan sem er í heiminum og við erum kannski ekki komin við erum með 2 núna sem að vinna bara fyrir Sensa 1 sem að er í Noregi, reyndar bara mætar höfuðstöðunar hjá Crayon sem er í Noregi og annar sem býr í Ástralíu og reyndar Ástralíu en hann var að vinna hérna hjá okkur semst á Íslandi og ákvað að flytja heim þannig að við sjáum að þetta gengur upp
þú getur búið eitthvað staðar og náttúrulega COVID breytti þessu töluvert mikið og okkar tilraun í Danmörku, hún var fyrir COVID og þá var svo oft sko, já, en þið ekki með mann á staðnum. Já, einmitt. En málið að þú þarft ekkit mann á staðnum, við erum að gera þetta allt yfir netið. Já. Það mjög sjaldan og þarft mann á staðin, svo kemur COVID og það bara breytist allt. Já. Og menn segir bara, það má enginn koma á staðin. og það allt í lagi, þegar við getum meira að minna, þannig að það einhver búnaður og stundum sem að þarf að vera við þeirra, en mjög mikið af vinnunni getum við gert annarkvort bara, eða bara hvaðan sem er. Já. Þannig að það svona mikil game changer í hvernig þú nálgast þjónustuna. Og líka bara svona frá því að sem annað sem gerist á markanum bara meira að út af því að það svo mikil skortur á þekkingu í upplýsingatækni að þá eru fyrirtæki jafnvel neitt eða sjá frekar það sem kost að fara í svona managed services og úthýsingu á sinni upplýsingatækni. Þannig að það breytist líka töluvert er að breytast á þessum tíma. Já. Og þannig svona skýjavæðingin og þetta svona endalausar. Þetta rosalega breyting. Rosalega margar, maður átt sig ekki að tala þetta sko, og þetta náttúrulega tekur allt á en þú einhvern veginn siglur því að þetta það sem að við þurfum í þessum í upplýsingatækni, breyting konstant. Já. Og það bara verður ég var einu spyrjaldi þegar við vorum 20 ára hvort eitthvað hefði breyst á þessum 20 árum og ég Já. Sko ef það ekki eitthvað sem breytist í næstu viku að þá það bara mjög óvenjulegt. Já, einmitt. Það alltaf eitthvað nýtt. Það þarna og meira segja bara eins og í dag bara staðan að heimsmálunum. Já. Sem að þá núna Evrópa bara að hugsa við bara ofsalega háð öllum þessum amerísku tæknifyrirtækjum sem allt samstarfsaðilar við okkur. Já. Microsoft og Cisco, NetApp og allir þessi aðilar AWS, Google og svo framvegis að núna svona komið bara spurningar, þú veist, við erum bara orðið mjög háð þessu. Einmitt. Hverju breytir það? Í hvernig bara evrópsk eða fyrirtæki hugsa í kringu sína upplýsingstækni þörf. Já. Og hvað eru tækifæri í því? Já, einmitt. Það mjög góða punktur. En hvernig svona, við erum alltaf farið eins og nefndir áðan 2007 þá kaupir Síminn einhver sem þá í kringu hrunið og svo kemur Crayon árið 2020 í kringu COVID, þannig að þetta svona gífurlegar umbreytingatímar og í dag þið ekki eitthvað í kringum 150 starfsmenn. Já, svo 160 Já, 160. 12 löndum. Í 12 löndum. Hvað eru margir á Íslandi? Við megnið okkur hér. Já. Það eru 30 erlendis. Já. Já. Og hvað hefur verið svona hjá ykkur svona lykillinn að velgengninni í reksturinn? Hvað myndir þú segja að skipti mestu máli þar? Sko við höfum þarna aðaláherslan okkar eru viðskiptavinir. Já. Og lykil orð hjá okkur og ég ætla að segja smá sögu eftir, en þarna lykilorðið hvert virði okkar til viðskiptavinna. Og það svona svolítið sem að við þurfum alltaf að vera að hugsa, þú veist, upplýsingatækni hefur oft verið litað sem kostnað. Já. Þetta bara rosalega dýrt, bara upplýsingatækni hefur þarna og á sama tíma og kannski stjórnandi fyrirtækir að tala sko kostnaðin í upplýsingatækni. Það eru kannski á hinaröndin að tala sko öll tækifærin sem þau ætla að búa til fyrir sinn rekstur. Já. Í stafrænu lausnum og upplýsingatækni. Já. Og einhvern veginn eins og það sé engin tengsl þar á milli sko. Þannig að það mjög mikilvægt fyrir okkur að annars vegar átt okkur á okkar virði til viðskiptavinarins og að draga upp að viðskiptavin hafi skilning á hvar við erum að skapa virði fyrir það.
Þannig að það er svona það er svona stef sem er stöðugt. Annað stef hjá okkur er að við erum með okkur svona leiðaljós sem okkur ekki sama. Já. Og það getur verið mjög gildislaðið en það snýst aðalega að við viljum ekki vera þetta fyrirtæki þar sem að ykkur hringir inn og við erum náttúrulega með fullt af sérfræðingum og ykkur bara þetta bara ekki í mínu boksi. Nei. Heldur sko okkur ekki sama og ég finn þá í hvað boks ég á að láta þig. Já. Það skiptir öllu máli. Og þetta snýst allt, okkur ekki sama samstarfsfólki, okkur ekki sama fyrirtækið, okkur ekki sama eigandan, náttúrulega ekki sama viðskiptavininn sem svona alveg það fyrsta. Og fer alveg inn í það, okkur ekki sama okkur sjálf. Og því þurfum líka að passa upp á að svona gildislaði leiðaljós nægi ekki á einstaklingana. Einmitt. Heldur þurfum að passa upp á hvernig við hugsaum sjálf okkur gagnvart vinnunni og gagnvart lífinu. Já, en hvernig svona fyrir þig sem framkvæmdastjóri fyrirtækisins að innleiða þetta viðhorf til starfsfólks? Sko, ég held að þetta hafi svo sem bara verið einhvern veginn aldrei eitthvað sérstaklega innleitt. Nei. Heldur þetta DNA-ið og meira að segja ef að ég gleymi mér það fæ ég bara, við skulum bara ekki gleyma því, okkur ekki sama við vinnum ekki svona, við vinnum svona og þannig ég held að þeir sem koma nýjir upplifið það bara fyrir eitthvað rætt. Já, þetta ekki kannski svona partur á þjálfun eða við tölum alveg þetta. Já. Og við tölum það gagnvart viðskiptavinnum og þegar við erum að hitta nýja aðila þannig að við segjum frá að þetta en það bara svolítið held ég lifandi í menningun okkar. Já, einmitt. En þegar þeir eru komið með svona marga starfsmenn 160 í nokkrum mismunandi löndum saman þá séu nú flestir á Íslandi að hvað það sem þið horfið aðalega til þegar að ráða inn nýtt starfsfólk? Það eiginlega, við erum búin að ræða þetta mjög mikið. Við eigum alveg bæði mjög góða ráðningar og svo kemur alveg upp það sem að það fer ekki, bara passum ekki saman, sensa og ný starfsmaður. En það svolítið, sko, fyrir utan þurfum alltaf að vera að horfa á hæfnina. En það ekki síst hæfnina til þess að bæta við sig, hæfnin til þess að læra eitthvað nýtt. Það algjört lykilatriði, ef þú ert ekki þar, ef þú ert ekki tilbúin að bæta við þig og læra eitthvað nýtt sem við þurfum að gera á hverjum einasta degi, að þá hentar svona vinnustæður þér ekki. Já. Og svolítið þess að hæfnina að geta tekist á við að ég get ekki gefið nein garantí við erum alltaf að fást við því óvænta. Og það líka sko, sem kannski ekki margir pæla í en við höfum reyndar talað þegar þú ert í bara upplýsingatæknikerfi er svo mikilvæg að þau fara niður. Já. Það vinnur engin annar. Nei. Það bara svoleiðis og við berum ábyrgðir, tökum þátt í að bera ábyrgð bara á mjög stórum kerfum á Íslandi og erum mjög meðvituð þessa ábyrgð og vitum að þegar allt gengur vel að þá gleymist alveg að sé eitthvað virði því en þegar eitthvað fyrir niður að þá verður allt brjálað sko. En sko það mjög fáir sem átta sig á því að kannski líka og þetta gildislega þetta okkur ekki sama að þegar eitthvað gerist að þá okkur bara ekki sama að eitthvað fór í skrúna hvort sem bara ykkur eðla bílanir eða mannleg mistök það getur allt gerst og þá það líka partur sko að sko fólki okkar tekur það mjög inn á sig. Já. Vist, það bara það tekur það alvarlega hugsanlega það sem að heldur mest fyrir manni vöku að við höfum svo bara sjúkrahúsið Landspítalinn
þar hefum við unnið í netkerfinu með lengi og það svona eitthvað bara kerfi sem þú vilt ekki sjá fara niður. Nei, einmitt. Það bara orðin mannslíf í hættu og þetta var alveg við alla viðskiptavin okkar en það þessi þættir að geta, við lendum í því að það gerist eitthvað. Ég get alveg lofa hverjum sem Já. Að það gerist eitthvað. En þá náttúrulega spurning, ert þú með fólkið á bak við þig sem að kann að gera eitthvað við því? Já. Og fer skipulega í málin, hefur þekkinguna og kannski ekki síst að búið að tryggja að hafi líka sitt bakland. Og því að þetta nær til dæmis alveg við höfum unnið í persónuunni með Cisco í 30 ár að vita það að ég þekki bara mjög vel ferlana þar að ég með bara bakland þar ef eitthvað kemur upp á. Já. Þannig að þú áttir þig á því þetta næri ekki bara í einn tæknimann sem á einhvern veginn að bera alltaf herðin sér. Já. Heldur en við sem búin að byggja baklandið alveg inn í framleiðandan og ég tala ekki síst stór og mikilvæg kerfi að þú sitt búin að tryggja þetta að þú hafir þegar hlutinni gerast. Já. Að það hafir þekkinguna, mannaflan og baklandið til þess að koma öllu í lag aftur. Já, einmitt til að takast á við það. Já. Það alltaf mjög auðvelt að þegar allt uppi og gengur vel Það mjög auðvelt að gleyma því og maður sér oft ef ekkert hefur komið upp á og við eigum alveg skemmtileg dæmi það sem bara ótrúlegur uppitími og þá allt í einn svona, þetta ekki bara ógeðslega dýrt. Þessi upplýsingstækni, hún ekki bara rosa dýrt. Út af því að þú heyrir ekki neitt, það ekkert í gangi en svo gerist eitthvað eins og ég man eftir þegar það voru einhverja 12 árásir og margt fór niður og þá allir bara að henda fór í stjórni fyrirtækja og bara voru 10 milljónir, ekkert mál, kaupið bara eitthvað kerfi til þess að laga og það heldur ekki rétt viðbrögð. Nei. Þú þarft að róa þig aðeins og bara vitandi það að við búum við alls konar öryggisógnanir að það að fara og kaupa dýrustu kerfin ekki að fara að hjálpa þér. Heldur, þú þarft að byggja þetta frá grunni. Þú þarft að anda og þú þarft að byrja, við köllum þetta fjallgönguna, þú þarft að byrja í basecamp. Já. Þess að tryggja að þú sért með allt bara hjá notandunum í lagi. Þú sért, þannig að þetta snýst ekki að rjúka í þegar eitthvað gerist. Einmitt. Bara og kaupa eitthvað og redda því. Heldur að halda haus og fara skipulega í þessa göngu og tryggja þig. Já, vera búin að byggja grunninn og leggja svolítið vinna að því. Nákvæmlega. Einmitt. En hvernig eins og hvernig tæklið þið eins og þessi öryggismál sem náttúrulega eru gífulega mikið og sérstaklega þegar kemur að rekstri á svona kerfum? Við erum náttúrulega með miklu öryggissérfræðinga, bæði reynslu og þannig að við erum í rauninni að bjóða lausnir sem að tryggja þig eins langt að maður getur tryggt út af því að það náttúrulega því miður mörg augljóslega snjöllustu heilar í heimi að reyna að plata okkur. En þetta bara hefur komið í ljósa oft þetta það svona gíslatökur og innbrot sem hafa orðið. Þetta svona oft grundvallaratriði sem að hafa klikkað. Þannig að þess vegna erum við að tala kláraðu basecampið. Vertu vissum að þú sért ekki með kjallaradirnar opnar. Þú veist, og tryggðu þetta áður en að þú ert komin í einhverja rosa lausnir sem að skapa bara rosalega mikið suð hjá þér. Þú verður að vera vissum að hafa vald á þeim tólum og tækjum sem þú ert að kaupa og sem þú ert að nýta. Og þetta var alveg við í öllu upplýsingatæknu því að við erum búin að horfa á það voru stafræn bylting eða verið í stafrænu lausnum og ég held að varu öllum fyrirtækjum var ráðinn starfsmaður stafrænna lausna eða leiðtogi stafrænna lausna og oft á tíðum var þetta aumingjas fólk bara
ekki alveg viss hvað átt að gera þarna út í það átt einhvern veginn að fara í sko, það verður að gera þetta skipulega og það verður að gera þetta út frá rekstrinum og þetta var alveg sama eins og núna náttúrulega bara í komin að bullandi staði næstu byltingu sem er þarna gervigreindin og þetta, þú veist, ef þú ert ekki búin að gera eitthvað í gervigreind núna, þá ert þú búin að tapast það verður eftir á já, en það sem er sko grundvöllunni það til dæmis að ef þú ert ekki með gögniðin í lagi þetta er ekki skipulega á gögnunum sem er grundvöllur þess að þú geti gert eitthvað og nýtt þín eigin gögn í einhverju stafrænum tilgangi að það ertu bara að henda peningum undir gluggann þannig að þetta er eins og í svo mörgu það er nú bara grunninn í lagi og stundum eru sko þú veist eins og ég sagði með stóru kerfin sko þarna, það er einhvern veginn lukkar svo vel en stundum er þetta bara svona einfaldi hlutir sem geta gert kraftaverk en þá bara skiptir svona mál og þú bara andir aðeins og tala við fólk sem hefur eitthvað vit og er tilbúið að ráða þér heilt fyrir þitt virði inn í þinn rekstur en ekki út af því að ég ætla að selja þér eitthvað alveg rosalega stórt kerfi bara selja þér eitthvað til að selja þér eitthvað já, út í það er líka bara cool út af því að það er svo mikið inn núna það er allir búin að fá sér þetta þetta er alveg, þú veist, það er alveg líka í upplýsingtækni, þú veist, það er allir með svona okkur eru við ekki að gera það eru alviðskiptani hjá ykkur er þetta svona B2B, eru önnur fyrirtæki já, það eru fyrirtækjastofnanir þannig að við erum ekkert á einstaklingsmarkaði nei, en hvernig hefur svona AI núna breytt rekstunum með ykkur og svona framtíðasýni sem þið sjáuð í upplýsingatækni sko við erum náttúrulega bara eins og allir að finna út úr og þarna og þú veist það eru svona það er verið að nota í þarna verkefni að þróa þjónustuborðið sem er líka stærra verkefni með Crayon sem er náttúrulega miklu stærra heldur en bara við hér heima en svo eru náttúrulega bara alls konar þættir sem snúa bara stafrænu ferlum og sjálfvirknivæða og því þannig að þetta er svo margt en ég get nú ekki bent á eitthvað eitt rísa AI-verkefni við erum reyndar sem partur af Crayon það er Center of Excellence sem er 300 manna fyrirtæki sem og við höfum unnið ansi mikið með allskyns gervigreinda verkefnum fyrir íslensk fyrirtæki þannig að við erum heppin að hafa þann resursa En hvernig ef við breytum aðeins svona tón og förum aðeins yfir bara svona vegferðina hjá þér sem er búin að vera núna í 23 ár búin að fara í gennum sunnið og COVID og þetta er alltaf búið að breytast gífurlega hvað myndir þú segja að væri svona stæðsta leksjan sem að þú getur dregið frá þessu öllu? Það er nú kannski sko ég er alltaf að læra og ef ég held eitthvað staðar ég sé komin á einhverja endastöð þá er það bara algjör vitleysa og þetta er náttúrulega það er kannski það sem bara hjálpa manni að komast í lífi sko, þegar við erum búið með þetta þá verður allt svo rólegt og þarna ég veit að mínir nánustu fjölskyldu vinir segja já þú hefur nú bara oft sagt þetta þegar ég er búið með þetta þá þarna verður ansiði rólegt og þá ætla ég að fara að gera allt hitt þannig að en líka sko er svolítið og þetta er náttúrulega engin ný speki þetta er náttúrulega bara er svolítið að njóta þessa ferðalags og það hef ég ekkert þarna, og ég þarf svolítið að minna mig á það út af því að þarna, ég er alltaf í mánaðaruppgjörum og 3 mánaðaruppgjörum og svo er næsta og svo er næsta og í staðin fyrir að svona setjast þarna að minna sjálfa sig á það sem vel hefur verið gert sem er alveg feiki margt þarna, og það sem við getum verið stolt af
að ég bara ekki nóg flink í að fagna. Nei. Og það hefði ég viljað gera meira af. Já. Svona þegar ég horfi tilbaka. Og hvernig ertu að tileinka það núna? Ég bara reyna að ströggla hverjum einasta degi að vera svolítið að minna sjálfa mig og okkur öll á að hvert við erum komin. Já, hvert við erum komin og hvað við erum að gera. Og líka bara, en ég held ég sé nú líka orðin betri í því, sko, stundu sitt ég með fólkinu mínu eða jafnvel einhverjum samstarfsaðilum með eitthvað og bara, þú veist, ég finn bara þessa tilfinning hvað er hrikalega gaman. Já. Að vinna með fólki sem er að gera svona flotta hluti. Þetta er bara allt flott fólk og ég get alveg sagt, ég var að koma frá Ástralíu. Þegar við erum með þar 10 manna hóp, sem sagt APAC hópurinn okkar. Þau vinna, sko, held að segja á 6 stöðum, sko, það er sko 1 í Filippseyjum, 1 í Malasíu, 1 í Nýja-Sjálandi og svo nokkur í Ástralíu. Og þau eru að vinna mikið í fjarvinnu, koma saman til þess að þau eigum svona viku saman og bara hlusta á, þetta er svona frekar ungt fólk. Kannski svona aldrinum pluss mínus 30 ára eða kannski 30-40 ára og þau eru svo sko talandi bara ástandi í heiminum sem getur stundum orðið svolítið sorgmættir yfir en að hlusta á allt þetta flotta unga fólk sem að vinnur. Þau vinna bara mjög mikið saman í fjarvinnu og þau eru ekki á sama stað, jafnvel ekki á sama tímabelti, svona nálægt því samt. Já. Að þjónusta fólk sko bara í öllu APAC svæðinu. Hvernig þau hafa náð að sko bara sko mínútinu sem við komum saman inn í herbergið þegar við vorum að byrja þessa viku að þá sástu bara hvað þetta mikill hópur. Mhm. Og bæði ekki bara út í að tala menningu á þann og þetta er fólk sem er búið að vera með okkur, við tókum þau yfir fyrir 3 árum síðan, þetta er líklega 3. árið, já, og þau tala sko, mér er ekki sama og þau líka og við leggjum svo mikið áherslu á virði að þau héldu öll kynningu þar sem við vorum að tala sín verkefni og hvert virðið það væri fyrir viðskiptavinin. Já. Og svo bara endalausar hugmyndir hvernig við getum gert betur, horfandi svolítið í eigin barm, hvert vil ég fara og hvað vil ég gera betur og þú veist að eiga þú veist svona tíma sko með þessu fólkið og það að þetta sem ég reyna að segja er að það að átta sig á og muna eftir að njóta þess. Já. Það er bara það sem gefur þessu öllu gildi. Já, einmitt. Og svona hópa er bara ég er ég þátttakandi í bara út allt sensa. Já. Það sem að njóta bara meðan allt er einhvern veginn eins og að sé að fara á hliðina í heiminum að samt er allt þetta flotta fólk. Já. Sem að líka hefur bara það sem ég hef mestar áhyggjur í heiminu er bara empatiðan er sér bara farin sko. Það eru mjög skrýtnir og ekki síst í tækniheiminum mjög skrýtnir gaurar, þetta er nú aðalega gaurar sem að bara virast vera einhverjir narsisistar og egoistar. Já. Og telja sig best færan í að stjórna heiminum. En svo horfuru á allt þetta unga fólk og þá bara færðu vonina á ný. Já, það gefur vonina. Já. Að sjá hvað viðhorf þeir eru með. Já. Og það gefur því gildi að vera partur af svona fyrirtæki. Já, einmitt. En venna svo komst inn á að fagna, að vera ekki nógu duglega í því. Ég held að það sé í rauninni bara flesti frumkvöla sem eru þar að þú ert alltaf að horfa á eitthvað næsta og þú ert alltaf svo mikið í framtíðinu og það er það sem að keyri því í rauninni áfram sko. Já, og svo er það náttúrulega líka og þetta er núna partur af Símanu sem var markaði og Crayon sem er líka markaði. Já. Þessi 3 mánaða uppgjör. Já. Og það er mín persónulega skoðun
það sem hefur gert þarna viðskiptalífinu meira ógagn heldur en margt annað. Já. Það stoppar framþróun, það styttir svo sjóndeildarhringinn, heftandi og bara alveg hræðilega leiðilegt. Já. Það bara alveg hrikalega leiðilegt og þarna, en líka þú veist, það gefur, held ég, þarna, og því að nú sko markaðurinn sem átt til þess að hafa rosalega mikla vita á öllu sem að þarna og horfir á alls konar tölur og þarna, og ég bara leyfi mér að efast að þetta þarna sé það gildi sem markaðurinn þarf til þess að skynja verðmætið af fyrirtækjum. Já. Því að 3 mánuðir bara augnablik. Já. Hvernig myndir eins og með Sensa, hvernig myndir þú skilgreina raunverulegan árangur, bara eins og í reksturinn sjálfum? Núna erum við búin að vaksa gífurlega og erum með nokkra milljarða í veltu, eða tekjur. Sko, velta aldrei markmið. Hefur aldrei verið markmið og það líka, sko, út í því að þú getur líka verið að fara í gegn eins og í upplýsingatækninni að þarna frá því að allt var bara on-prem og við seldum fullt af búnaði og núna erum við þarna að hýsa fullt og selja í þarna okkar kerfi og þarna í skýið og svo framvegslaustirnar geta verið hvar sem er. Já. Þannig að velta ekki markmiðið og þarna hafði sagt það bara að vera í fyrirtæki það skiptir með gífilega miklu máli að skilja fyrirtæki með hagnaði. Já. Og Sensa hefur í 23 ár skila hagnaði. Já. Þannig að við höfum frá fyrsta degi skila hagnaði fyrirtækinu og það eitthvað sem að þarna sem að forgangsatriði en þá það bara spurning hvernig nærðu sem hagnaði. Já. Og hvað sustainable, bara hvað það sem að þarna, og ég held að hjá okkur við svolítið með bara sustainable hagnað og við höfum getið gert þetta í 23 ár. En það náttúrulega líka bara að þú þarft að halda svolítið í þarna það sem þú trúir á. Þú trúir á þarna, eins og ég segja að bjóða virði til viðskiptavina. Viðskiptavinnun þarna eins og ég segi að starfsfólkið, þarna samstarfsfólk mitt viðskiptavinnun nummer 1. Já. En fyrir mig samstarfsfólkið og starfsfólkið nummer 1. Já. Þannig að það að ég hlúa þeim til þess að gera sitt besta, til þess að skapa virði til viðskiptavinna, það það sem skapar endalega þennan árangur. En það líka stundum þarft að hafa þolinmæði til þess að átta þig á, þá tala ég um strikkjamanna uppgjörinn, að þarna stundum þarft að gera breytingar og við höfum gert alveg þarna erfiða breytingar sem að hafa tekið niður hagnaðan okkar tímabundið og því sem bara núna bara breyting og við þurfum að gera hlutina öðruvísi og þannig að það líka bara að hafa þennan kjark að geta hort upp á það. Já. En samt að gera sig grein fyrir að þurfum að borga launin í enda dags. Já, einmitt. Og það enginn sem gerir þannig að við. Nei, það nógu reikningum. Þeir hætti ekki að koma. Já. En hvað svona ráðleggingar hefur þú kannski fyrir konur eða kalla sem að langar að fara í viðskipti eða bara stofna sér degi fyrirtæki eða rekstur eða fara svona leiðtóðstöðu? Hvað myndir ráðleggja þeim? Einhver sem að væri að hlusta á þetta núna? Sko, að þarna það náttúrulega eins og margir segja, sko, þú getur verið leiðtogi á svo margan hátt. Og það snýst ekki alltaf að það vera með mannaforráð. Nei. Þannig að þú þarft bara svolítið að taka þá ákvörðun í hverju viltu vera leiðtogi. Já. Viltu vera sá sem að þarna hefur mestu þekkinguna eða eiginleiki sem að ég held að sem alveg gífilega dýrmætur og við sjáum það eftir sem að heimurinn verður flóknar og flóknari. Það að geta tengt. Já. Það að geta tengt það sem þú ert að gera við það sem aðrir að gera. Og þú sett líka svona, getur tengt þú ættir kannski ekki tala við mig en tala við hann. Já. Og því ég nokkuð vissum að hann geti hjálpað þér. Eða þegar þú ert bara í samtali eins og við erum í dag að tengja þú sagðir þetta
Já. Og það færi þig eitthvað sko tengið í jafnvel, þú veist, ég segi þú varst að tala um þetta og það er mjög mikilvægt í okkar vinnu að reyna að skilja hvað eru þín vandamál til þess að ef að við erum með einhverjar lausnir en þú hefur kannski ekki orðin yfir, þú ert ekki að fara að segja mig vantar svo mikið netkerfi sem að þarna er eitthvað aðheldur, þú veist, þú ert að tala um eitthvað allt annað og þá þarf ég að geta tengt tengt við mína starfsemi og ég þarf að geta tengt inn í þína starfsemi það sem ég er að gera. Þannig að og þetta er þarna var að segja ég var í Ástralíu og ég horfði á eina samstarfskonu mína sem er þar og hvernig hún var búin að tengja, hún var með svona eins og kóngulóarvef eða hún tengdi inn á allt í starfseminni og hún skildi samhengi hlutana hægri og vinstri og líka skildi tengingar sem engin annar sá. Og þú veist að þróa með sér það í staðin fyrir sko sem oft gerist hjá sérfræðingum, þú veist bara þetta er minn kassi og ég veit allt um hann, ekki þú reynir að segja mér og ert ekki tilbúin að annarkvort setja niður gyðingarnar og finna út úr tengingunum. En það er stærsta svona vaxtartækifæri að mínum mati. Og sért opinn fyrir og sért tilbúin að læra bara að tengja. Ég held að þetta sé ekki eins og meðfættur eiginleiki heldur, þetta er bara miklu meira hugafar sem að þú þarft að þjálfa upp. Og ekki láta ego vera kannski að þvælast fyrir þér heldur. Þannig að það held ég að fyrir alvöru leiðtoga sé gífurlega mikið. En hver ætti að vera svona fyrstu skref hjá fólki eins og þú sjálfur náttúrulega farið í skóla og menntaði en fyrir einhvern sem að ætla kannski í rekstur að gera eitthvað sjálfur eða sjálf myndur segja að það væri mikilvægt. Við náttúrulega erum að sjá tímana núna búin að breytast gífurlega. Ekkert endilega og það sem er náttúrulega sko svo frábært ég nú hefur starfað svolítið innan samtaka iðnaðarins meðal annars að fyrir þá sem er að byrja það sé svo bara sprota samfélagið er orðið gífurlega öflugt á Íslandi og það sem að svona ég hef séð er bara hvað fólk er viljugt til þess að aðstoða og gefa ráð. Aðeila sem er með gífurlega reynslu mæta inn í litla sprota og eru sko tilbúinir að gefa af sér og þannig að þú veist, ef þú ert að leita eftir fara inn í þessi samfélög sem eru mjög mörg veist, það er alls konar félagsbrota til dæmis og getur hort á bara félagsbrota sem er í þínu geir eða sem þú ert að fara og það sem ég upplifi er að fólk er bara mjög duglegt að deila af sér og þar myndi ég, sko, þar ertu að fá bæði bara svona praktísk ráð eitt og annað og svo náttúrulega líka bara jafnvel að eiga þetta samtal því að maður þarf að eiga samtali bæði inn í sjálfu sér og með öðrum, þú veist það sem er bara svona reality tjekka þangað sem ég ætla að fara þannig að ég held að núna hefur aldrei verið svona mikil tækifæri fyrir þá sem er að langar að gera eitthvað að fá stuðning og fá aðstóð eða þú leitar eftir því það verður að tengja þig við annað fólk það er náttúrulega góð ráðlegning en það sem við höfum kannski náttúrulega ekki farið inn á núna er að þú náttúrulega hefur líka verið að sitja í stjórnum alls konar fyrirtækja svo Íslandsbanka og Símans og fleiri. Nei, ekki Símans Símans í Danmörku. Í Danmörku, einmitt. Hvernig hefur svona lært af þeirri stöðu sem þú hefur verið í þar? Það er náttúrulega gífurlega áhugavert út í að þar að þá sko bæði sérðu bara veist, ég er ekki bara að gera tóma vilsu það er ýmislegt sem við gerum sem er gott en líka að þú lærir sér sko önnur sjónarhorn lærir heilmikið og færð hugmyndir á því það sem aðrir eru að gera og veri í stjórn líka bara eftir þú veist svona kannski bara reynsluna sem ég hef
að hafa tækifæri til þess að bara að deila og gefa af mér finnst mér gífilega gaman. Miðla þekkingunni. Já, einmitt. Þannig að en þetta alveg, ég hjá Sprotum og Íslandsmarkað kannski ekki margt sem að sameiginlegt og alveg Skógrækt Reykjavíkur sem bara gífilega öflugt og skemmtilegt félag sem svona meira svona sjálfboðalisvinna. Einmitt. En ég ráðlegg líka öllum sem að taka þátt í einhverju svona, ég fór inn í samtök iðnaðarins, var nú svo heppin að ég átti vini sem að dró mig þar inn í stjórnarstöðu hjá í kringu samtök upplýsingatækni fyrirtækja og endaði svo í stjórn SI, en þetta líka gífileg reynsla að byrja þar. Já. Því að og svona að kynnast hvernig skapa tengsl og eykur á viðsýnina í hvað aðrir eru að gera og hvernig þeir eru að gera það. Einmitt. Gefur kannski breiðari sýn. Já, og það ekki, þú þarft að vera til mig hjá mjög stóru fyrirtæki til þess að menn hafi efna á því að kaupa ráðgjafatíma hjá McKinsey eða einhverjum slíkum. Já. Það eru bara þessi stærstu fyrirtæki sem að fara þangað. Þannig að við hinn smærri, við þurfum bara að finna aðra leiðir í að lesa okkur til, hlusta. Ég meina margt sem að við höfum gert svona kannski menningunni úti þegar við erum mjög flatt fyrirtæki svona kannski með oft óhefbundna stjórnarhætti að við lesum saman, lásum saman bókina How Google Works, það var nú bara í kringum 2010 held ég, eitthvað svo leiðis og pælt í því hvað til fyrirtæki sem svona sjálfstjórnandi teymi, tölum mikið teymisvinnu eins og bara mjög víða og alltaf að pæli í því hvernig erum við að skapa umhverfi þannig að okkar dýrmætasta auðlind sem fólkið, það sem kemur frá fólkinu, að það hafi greiðasta leið til viðskiptavinars að skapa virði hjá honum. Já, einmitt. Svona á þessum nótum, hvað myndir þú segja að væri svona mesti styrkleikinn hjá þér þá í þeim verkefnum sem þú hefur að gera? Sko ég hef verið svona smá að hugsa tilbaka og maður áttar sig ekki á því að ég hef breyst alveg gífilega mikið. Já. Tölum oft að við séum ég mjög mikil introvert og skilum bara ekkert í því að ég sé því sem ég en líka bara mikil nörd og var þegar ég fór í verkfræðina, ég meina ég var bara að fara í að vera áfram nörd. Já. Og svo einhvern veginn lenti í einhverju stjórnendastöðu sem að var ekki endilega, var eiginlega bara aldrei markmiðið og þannig að ég held að á mismunandi stigum hafa verið mismunandi styrkleikar og í dag vil ég trúa því að það sé þess að geta tengt. Að geta tengt. Já, og það kannski líka reynslan. Ég finn alveg, þegar að tala við fólk þar ég alltaf bara, þess ætti að tala við þennan eða þetta væri kannski áhugavert að skoða út frá þessu og það að vera og stundum kannski það bara ómikið, sko. Já. En ég held að það sé í dag, sko, en ég held að það hef ekki endilega verið alltaf. Nei, það er eitthvað sem þú bara þróa með þér. Já, og það held ég líka gerist. Þú bara augljóslega þá þroskastu og breytir sem manneskja frá því kemur á vinnumarkaðinn og þangað til þú bara hókin eftir áratuga starf. Einmitt. Að það margt sem að breyti þér og ég meina, við erum búin að fara í gegnum hrun og við erum búin að fara í gegnum
COVID og svo erum við búin að fara í alls konar sameiningar og búin að taka okkur alls konar challenge og hvert einasta þessu það lærir eitthvað og það kannski líka annað, bara þarna passaði á að læra alltaf eitthvað á því sem að þú ert að þarna gangi í gegnum, þú veist, farðu með eitthvað þarna með þér sama hvort að verkefnið sé algjör sigur eða bara gekk ekki upp þannig að þarna það er mjög mikilvægt getur alltaf lært eitthvað öllu sem að kemur upp einmitt. Ein svona spurning til þín að lokum, hvar sérðu sjálfað eftir 10 ár, hver er svona markmiðin í dag og hvaða verkefni viltu hafa lokið? Skemmtileg þarna spurningu þegar ég veit hvað þú viti, ég er sko 62 ára sko, þannig að við erum að tala um því ég er 72 ára þarna, en svona það sem að þarna og sko eitt er bara, þú veist, ég hef yfirleitt bara alltaf rosalega gaman að því sem ég er að vinna við hverju sinni og finnst það bara þarna rosalega skemmtilegt þannig að eftir 10 ár og ég ætlum vona bara að ég hafi heilsu til þess að þarna gera alls konar þarna, ég ætla nú rétt að vona að ég verði þarna ekki í svona mikilli vinnu eins og ég er í dag en þarna hef ég alveg fullt af áhugamálum sem að þarna ég á eftir að sinna almennilega en hins vegar þá held ég að sé svona alveg markmið hjá mér að þarna ég vona að eins lengi og ég hafi þarna heilsu og þarna til að styðja við þá sem að hafa áhuga þú veist og eins og ég bara þarna hvort sem að sé þarna ungt fólk sem er að koma á stað ykkur eða þarna sama hvað það er og þá líka bara þarna hvernig maður styður við að þetta sé bara betra þjóðfélag einmitt, hafa góð áhrif það fer alveg þangað og hver eru mínir styrklingar til að hafa þarna góð áhrif á þarna það sem gerist á Íslandi og jafnvel víðar þannig að það er svona áframhaldandi markmið verður alltaf markmið það verður alltaf markmið það er að skilja þarna við betur heldur en ég kom að þannig að svona næstu 10 árin er kannski gefa áhuga málunum kannski aðeins meiri tíma heldur en áður lækka aðeins forgjöfuna einmitt. Svona ein önnur spurning að talandum að vera alltaf að læra og vera að læra eitthvað nýtt myndur segja að það sé svona mesti drifkraftun hjá þér? Já, ég þarna systkin mín hafa sagt að ég er með Íslandsmet í námskeiða þarna taka námskeið og ég held ég hafi tekið námskeið allt milli heimis og jarðar ég málaði eins og þarna og gera alls konar en þarna ég farið að námskeiðum engla og djöfla og þarna það er eiginlega ekkert sem ég ekki farið og það bara er kannski líka sem að þarna tryggir víðsýnina ég ætlum ekki að segja sér kannski víðsýnasta manneski heimi en allavega þú sért að reyna að opna hugan og líka að ná að tengja það er að vera ekkit endilega bara í því sem þú þekkir Nei, einmitt. Það er eins og talaðum í byrjun að sjá ný sjónvarpsþætti eins og það fórst út til Miami að læra nákvæmlega, þarna er þú að tengja Heyrðu, glæsilegt þá held ég að við séum bara góð ekki nema það sé eitthvað sem að þú viljir bæta við að lokum bara takk kærlega fyrir að taka móti mér og bjóða mig hingað takk aðeinslega fyrir tímaðinn Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki á næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loft.